Komið í sæl, gleðilega páska og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag páskadag er þema dagsins hinn krossfesti lifir gegnum dauðan til lífsins. Í lexíunni segir Jesaja: Á þessu fjalli, það er Síónfjalli, mun Drottinn Guð þerra tárin af hverri ásjónu og afmá dauðan að eilífu. Í pistlinu skrifar Páll: Ég minn ykkur á að standa stöðug og halda fast í fagnaða boðskapinn. Og í Guðspjallinu komu konurnar að tómri gröf og Jesús birtist þeim upprisinn. En við skulum byrja þessa stund eins og ávallt á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum byrja á því að lesa heilagt Guðspjall sem úr Mattheusi 28. kafla. Að liðnum hvíldardegi, þegar lýsti af fyrsta degi vikunar, komu þær María Magdalena og María hin til að líta á gröfina. Þá varð landskjálfti mikill, því engill Drottins sté niður af himni, kom og velti steininum og settist á hann. Hann var sem elding ásýndum og klæðin hvít sem snjór. Varðmennirnir skulfu af hræðslu við hann og urðu sem örendir. En engillinn mælti við konurnar: Þið skuluð eigi óttast, ég veit að þið leitið að Jesú, hinum krossfesta, hann er ekki hér, hann er upprisinn eins og hann sagði. Komið og sjáið staðinn þar sem hann lá. Farið í skyndi og segið lærisveinum hans: Hann er upprisinn frá dauðum, hann fer á undan ykkur til Galíleu. Þar munuð þið sjá hann, þetta hef ég sagt ykkur. Og þær fóru í skyndi frá gröfinni með ótta og mikilli gleði og hlupu til að flytja lærisveinum hans boðin. Allt í einu kemur Jesús á móti þeim og segir: Heilar þið. En þær komu, féllu fram fyrir honum og föðmuðu fætur hans. Þá segir Jesús við þær: Óttist ekki, farið og segir bræðrum mínum og systrum að halda til Galíleu. Þar munu þau sjá mig. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins helgast af upprisu Jesú, en vegna upprisu hans eigum við þá von að rísa einnig upp til eilífs lífs. Og upprisa Jesú styrkir trú okkar á Guð. Jesús sagði að Guð hefði sent hann hefði ekki sent sig sjálfur. Og ég nefndi það í einhverjum þessara þátta að vegna þess að Jesús er líka Guð, þá gat engin maður deytt hann. Það var Jesús sjálfur sem gaf líf sitt á krossinum. En þegar hann var dáinn, gat hann ekki reist sig upp sjálfur. Það þurfti Guð Faðir að gera. Þess vegna skiptir miklu máli fyrir okkur að við trúum því að Guð sé almáttugur. Það skiptir máli að við trúum því að vegna hins mikla máttar hans hafi hann vald til þess að reisa dána upp og endurleysa okkur frá eilífum dauða til eilífs lífs. Þá er líka mikilvægt að við vitum að Guð vill reisa okkur upp og hann vill og ætlar okkur að búa í návist sinni. Öll Guðspjöllin segja frá því þegar konurnar uppgötvuðu þennan sunnudagsmorgun að gröfin væri tóm. En þeim ber ekki saman atburðarásina. Guðspjalli í dag, Mattheusa Guðspjall, er eina Guðspjalli þar sem steinninn er enn fyrir gröfinni, þegar konurnar tvær sem heita báðar María komu. Það verður jarðskjálfti engillinn veltir steininum frá. Það sem er athyglisverðast er að engillinn er ekki að opna gröfina til að hleypa Jesú út, heldur til að sýna konunum að gröfin sé tóm. Hann var upprisinn. Í hinum 3 Guðspjöllunum er gröfin opin. Í Markúsi eru nafngreindar 3 konur
Í Lúkasi hvorki sagt hvað konurnar heita eða hvað þær eru margar, en í Jóhannesar guðspjalli María Magdalena ein. Ég þarf auðvitað ekki að taka það fram að á svona misræmi þrífast vantrúaðir, en við verðum að taka það til athugunar að það voru allt konur sem komu að gröfinni, en það voru menn sem skrifuðu guðspjöllin áratugum seinna. Ritararnir voru ekki sjónarvottar og höfðu sennilega ólíkar skoðanir á því hvað væri nauðsynlegt að skrifa niður. Það augljóst á því að guðspjöllin innihalda ekki öll sömu sögurnar og segja ekki alltaf eins frá einstaka atburðum. Síðasta sunnudag var Síónfjall hið heilaga fjall Guðs til umræðu. Margir textar í Biblíunni vitna að þó musterið í Jerúsalem hafi verið lagt í rúst, þá muni fjallið sjálft, það að segja staðurinn, gegna ákveðnu hlutverki við endurkomu drottins. Jesaja segir í lexíu dagsins að á þessu fjalli mun drottin allsherjar safna saman öllum þjóðum heims og búa þeim veislu. Hann skrifar: á þessu fjalli fyrir framan fortjaldið sem hula öllum þjóðum og forhengi öllum líðum mun hann afmá dauðan að eilífu. Drottinn Guð mun þerra tárin af hverri ásjónu og afmá smán líðsins af í allri jörðinni, því að drottinn hefur talað. Á þeim degi verður sagt: þessi okkar Guð sem við höfum vonað á og hann mun frelsa okkur. Fortjaldi í musterinu skildi á milli hins heilaga og hins allra heilagasta, þar sem sáttmálsörkin stóð og Guð birtist í skýi yfir lokinu. Þegar fortjaldi rifnaði hvarf sáttmálsörkin og enginn nema Guð veit hvað varð af henni. Engar frásagnir af flutningi hennar eftir dauða Jesú, né að hún hafi horfið. Sáttmálsörkin sem var úr akasíu viði, lögð gulli að utan og innan og var með lok úr gulli, hún var svo heilög að menn sem snertu hana óvart dóu. Og sérstakar reglur voru hafðar við flutning hennar, því óhugsandi að henni hafi verið stolið. Í örkinni voru boðorðin og lögmál drottins, þar að segja hinn gamli sáttmáli Guðs við mennina, en með dauða Jesú var innleiddur nýr sáttmáli. Þegar Guð afmáir dauðan að eilífu, hafa sumir lýst því þannig á táknrænan hátt að okkur sé boðið að ganga inn fyrir fortjaldið sem var í musterinu, inn í hið allra heilagasta og ganga á heilagri jörð Guðs. Því að með trú okkar höfum við lýst yfir vilja okkar til þess að búa í ríki hans og að hann sé okkar Guð. Jesaja nefnir í texta dagsins fortjald sem hula öllum þjóðum. Þetta umrædda fortjald hula fáfræði og trúarlegs heyrnarleysins og blindu gagnvart Guði. Á þeim degi sagði Jesaja, þegar Guð afmáir dauðan verður hulunni svipt og öllum líðum verður ljóst hver hinn eini sanni Guð er. Textaröð kirkjunnar tengir efni sunnudagana saman, en síðasta sunnudag las ég spádóm úr Míka, þar sem sagði að Síónfjall, það eða musterisfjall drottins, muni standa óbifanlegt hæst allra fjalla, gnæfa yfir hæðirnar og þangað muni þjóðirnar flykkjast. Og nokkrum versum síðar fáum við að vita tilefni þess að fólk safnist þangað. En þar segir: til þín mun koma hið fyrra veldi, á ný mun konungdæmið hverfa til Jerúsalem. Gyðingar í dag horfa til núverandi Jerúsalemborgar, þeirra sem hér á jörðu.
enda hafa þeir ekki opinberunarbókina. En þar segir, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði, sjá tjaldbúð Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera með þeim, Guð þeirra. Síðan kemur svipaður texti og hjá Jesaja í dag, en þar segir að Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Ekkert af hinu gamla sem við þekkjum á þessari jörð mun standa áfram, því Guð hefur sagt að hann muni gera alla hluti nýja og Guð ætlar að búa hér á þessari jörð. Í pistlinu minnir Páll söfnuðin í Korintu á að standa stöðug og halda fast í fagnaðarerindið, því að Jesús hafi dáið fyrir syndir okkar, hann hafi verið grafinn en risið upp og hafi birst mörgum. Og aðeins í fagnaðarboðskap Krists felist frelsun til eilífs lífs. Framhalslíf sálarinnar eitthvað sem að mörg trúarbrögð eiga sameiginlegt. Til dæmis telur búddisminn að allar lífverur séu fastar í hinni eilífu hringrás endurfæðingar. Það að segja að sama sálin fæðist sífellt í nýjum líkama. Upprisa í nýjum og eilífum líkama eins og fagnaðarerindi boðar og Jesús sannaði að Guð gæti gerst þegar hann birtist mönnum eftir upprisuna, það var eitthvað nýtt. Upprisa í nýjum líkama því megin stoð kristinna kenningar eins og Páll áréttar í bréfinu. Ef ekki til upprisa dauðra, þá Kristur heldur ekki upprisinn og ef Kristur ekki upprisinn, þá ónýt predikun okkar, ónýt líka trú okkar. Því að trú okkar byggir á orðum Jesú eins og þessum. Ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Bæði textin í Jesaja í Gamla testamentinu og í opinberunarbókinni í Nýja testamentinu segja að Guð muni afmá dauðan, gera lífið eilíft. Þema dagsins hinn krossfesti lifir gegnum dauðan til lífsins. Í Guðspjallinu segir að Jesús hafi verið upprisinn og farinn úr gröfinni þó að steinninn væri enn fyrir opinu. Fyrir marga það huggun að vita að hvar sem líkami ástvina niður kominn, það þó hann hafi aldrei fundist, þá mun hann verða reistur upp til fundar við Drottinn. Hinn jarðneski líkami hrörnar en hinn nýi mun lifa að eilífu. Upprisa Jesú gaf postulunum og samferðamönnum þeirra kraftmikla von og sú von lifir enn. Spádómar Gamla testamentisins sögðu fyrir fæðingu Jesú, hvernig honum tekið og að hann tekinn af lífi. Spádómar opinberunarbókarinnar segja okkur að enn hafi Guð áætlanir sem eigi eftir að koma fram. Á þeim degi í óræðinni framtíð á hann eftir að svipta hulunni af trúarlegu heyrnarleysi og blindu manna. En það bíður þess tíma þegar hann mun safna saman öllum þjóðum og afmá dauðan. Því að þá mun hvert kné beygja sig fyrir honum, konungi alheimsins. Þess vegna hvatning Páls sígild. Haldi fast í hinar góðu fréttir að við frelsumst fyrir trúna á Jesú Krist, því að sá sem trúir
mun aldrei að eilífu deyja. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.